Í Orðsguðunum 9. kafla 10. versi segir: Ótti drottins upp af viskunnar og að þekkja hinn heilaga eru hyggindi. Kristur var hinn mesti kennari sem heimurinn hefur nokkru sinni séð. Hann flutti manninum þekkingu beint frá himni. Lexíur þær sem hann hefur gefið okkur eru það sem við þörfnumst í núverandi ásakomulagi okkar og hinnu komandi. Hann setur fyrir okkur hinnu sönnu markmið lífsins og hvernig við getum náð þeim. Nemendur útskrifast aldrei úr skóla Krists. Meðal nemanda eru bæði ungir og gamlir. Þeir sem gefa gauma leiðbeiningu hins guðlega kennara þroskast sífellt af visku, fágun og göfugleika sálarinnar og eru þannig undir það búnir að flytjast upp í þann æðri skóla þar sem þroskin mun halda áfram alla eilífð. Óendanleg viska setur fyrir okkur hinnar miklu lexíur lífsins. Lexíur skyldu og hamingju. Þær eru oft erfitt að læra en án þeirra getum við ekki tekið inn raunverulegum framförum. Þær kunna að kosta okkur áreynslu, tár og jafnvel kvöl, en við megum ekki hika eða þreytast. Við munum að lokum heyra kall meistarans: vinur, flýt þér hærra. Hvern hæfileika og hvern eiginleika sem skaparinn hefur veitt mannanna börnum á að nota honum til dýrðar. Hinn hreinasta, helgasta og sælasta iðkun fólkin í þessu, meðan trúarlega meginreglur eru hafðar æðstar, hver framfara skref sem tekið í öflun þekkingar eða í þjálfun vitsmunana, skref í áttina til þess að hið mannlega tillíkist hinnu guðlega, hið takmarkaða hinnu ótakmarkaða. Ef æskan vildi aðeins læra af hinnum himneska kennara, mundi hún vita með sjálfur sér að ótti drottins sannarlega upp af viskunnar. Eftir að hafa lagt þannig öruggan grundvöll, hagnýtir hún sér vel hver forréttindi og tækifæri og getur náð hvaða hæð sem í vitsmunalegu atgerfi. Í Biblíunni getur orðið sem þýtt ótti þýtt ýmislegt. Það getur átt við skelfingu sem maður finnur fyrir í ógnvekjandi aðstæðum. Það getur þýtt virðingu. Á þann hátt sem þjónn óttast húsbónda sinn og þjónar honum að trúmennsku. Ótti getur einnig táknað lotningu sem einstaklingur finnur í návist mikilleika. Ótti drottins sambland af þessu öllu. Hægt að skilgreina ótta við drottin sem sífellda meðvitund að ástríkur himneskur faðir okkar fylgist með og metur allt sem við hugsum, segjum og gerum. Eins og Jesús sagði við hverja söfnuðina 7 í Opinberunarbókinni, fyrstu 2 köflunum: Ég þekki verk þín, ekkert fer fram hjá athygli hans. Til þess að þróa ótta drottins verðum við að viðurkenna Guð hver hann Við verðum að sjá með anda okkar kraft og mátt, fegurð og ljóma drottins Guðs almáttugs. Þeir sem óttast drottin hafa stöðuga meðvitund hann, djúpa lotningu fyrir honum og einlæga skuldbindingu að hlýða honum. Rómverjabréfi 1. kafli 21-22 talar þá sem hafa samt ekki vegsamað hann eins og Guð né þakkað honum, heldur hafa þeir gjörst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skynlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Þetta lýsing af fólki sem reynir að öðlast visku á meðan það hunsar Guð. Það ekki hægt að gera það af þeirri einföldu ástæðu að Guð uppspretta viskunar. Án ótta við drottin tökum við loka ákvarðanir byggðar á gölluðum mannlegum skilningi okkar. Þegar við fellum ótta drottin sinn í hverja stund í lífi okkar, tökum við ákvarðanir byggðar á samþykki hans. Við lifum í þeirri vissu að skapari alheimsins náinn þáttur í hverri athöfn okkar. Hann sér, þekkir og metur allt val okkar. Virðing okkar fyrir hátign Guðs veldur því að við heiðrum hann. Þakklæti okkar fyrir miskunn hans fær okkur til að þjóna honum vel og skilningur á því að Guð kærleikans líka Guð reiði sem vekur nægan ótta til að hjálpa okkur að halda okkur frá hinu illa. Synd heimska, réttlæti viturleg. Þegar við lifum réttlátlega erum við á leiðinni til viskunar og allt í lífi okkar nýtur góðs af.